Definitely the most important thing that you need when you apply for a project like this is a good idea. Að lesa kallið vel og vera alveg vissum að verkefnið passi inn í það kall. Þetta töluvert mikil vinna, þrátt fyrir að maður sé samstarfsaðili en ekki stjórnandi verkefnisins og það gott að gera sér grein fyrir því fyrirfram og vera búinn að hnippa svona í þá aðila í kringum hann sem að geta verið til aðstoðar. Þetta náttúrulega leitaði ég líka til Rannís sínu tíma og fekk mjög fína hjálp. Þá verður þetta að þekkja samstarfsaðilaðina og það þetta kannski stærsti hindrunin í öllu svona, það að finna sér réttu samstarfsaðila. Stóra málið var í raun og veru að safna saman í konsortium með öllum helstu sérfræðingum frá Evrópu og frekar svona dreift á milli landa. Og þar fengum við mikla aðstoð frá Rannís og EEN til þess að finna réttu aðilana til þess að vinna með okkur. You have to be visible at an international level and create a network for research and cost actions are the best vectors for this. Ég myndi helst ráðleggja fólki að bara stökkva út í djúpulaugina og prófa. Manni var hent í djúpulaugina. Ég myndi segja bara dempa sér í djúpulaugina. Það eiginlega bara besta leið til að læra Svo reynir maður bara að synda.